Ég heiti Hjörtur Sigurðsson og ég er 34 ára. Ég er verkfræðingur og ég starfa hjá VFSB verkfræðistofu. Fyrir mig þá eru helstu áskoranirnar svona í grunninn sem stjórnandi, þær snúa eiginlega bara að mér sjálfum. Þær snúast að því að hlutir sem að mér finnst erfiðir, að þeir hindri mig ekki í að vera góður stjórnandi. Það snýst að minni eigin hlið í samskiptum við erfiða samstarfsmenn eða í samskiptum við starfsfólk. Það þarf stundum að taka erfið samtöl og ætli það sé ekki svona það sem að mér finnst erfiðast. Fyrir mig þá var Brynjar svolítið svona bara eins og að verða fyrir lest. Þannig í mín fyrstu kynni á honum. Þá mitt á bjóst maður við þessu að svona Brynjar hann myndi bara taka svona vel á móti í manni og maður myndi taka svona casual samtal hvað maður langaði að bæta sig í eða eitthvað svoleiðis. En það sem mætti manni var bara að Brynjar í rauninni bara svona, ég upplifði það sem bara svona, hann réðist bara svolítið á mig. Þannig að svona, hann setti mann svolítið svona út af laginu og potaði rosalega í alls konar hluti. En þegar ég var á leiðinni út, þá var hausinn bara alveg bara á fleygiferð. Og bara strax í rauninni eftir fundinn, þá ákvaði ég að taka ákveðin skref bara í mínu persónulega lífi sem hafði bara beðið allt of lengi. Og það var í rauninni mjög gott og þrátt fyrir að ég hafi verið frekar svona pirraður og ég vissi ekki alveg hvað maður átti að finnast þennan Brynjar, þá út af því hvernig hann ýtti við mér og ýtti mér í rauninni svona til aðgerða, þá ákvaði ég að prófa þetta og ég er nú bara nokkuð ánægður með það. Já, eftir að hafa verið í ákveðin tíma þá er allt í einu alls konar hlutir búin að gerast. Ég er náttúrulega orðinn einhverjum 8-9 kílóum léttari á því að vera hérna og ég held að mín svona sjálfsmynd hafi breyst að einhverju leyti. Ég er allt í einu byrjar að skilgreina sjálfa mig sem svona aktívan einstakling, meðan áður þá skilgreindi ég mig sem svona kyrrsetumann og mér finnst það bara alveg frábært. Það sem að mér finnst allavega sérstakt er náttúrulega að ég er í 18 mánaða löngu námskeiði. Ég veit ekki til þess að það séu þannig námskeið í boði, ég vil ekki sé það. Og ég held að bara þetta breiða spektrum af dóti sem að maður lærir, sem að er með samt svona rauðum þræði í gegn, það er mjög öflugt. Ég raunin bara skandalla að þetta sé ekki bara kennt í grunnskóla, að það sé bara svona lífsleikni kennsla bara í gegnum allt lífið. Af því að í grunninn þá snýst svolítið svona, ég held ég, velgengni og bara manns eigin svona ánægja með lífið svolítið þessi atriði svona í praxís. Ekki kannski hvort þú sért góður í Excel eða hvort maður fekk 10 í stafsetningu.